við. Ég svaraði: Drottinn Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig: flyt þessum beinum spádóm og segðu við þau: þið skinin bein, heyrið orð Drottins. Þetta gott. Svo segir Drottinn Guð við þessi bein: ég sendi anda í ykkur svo að þið lifni við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur með holdi, dreg þar hörund yfir og gef ykkur anda svo að þið lifni við. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Amen. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinnur og beinin færðust saman. Takið eftir meðan ég talaði. Hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig: flyt andanum spádóm, mannssonur. Flyt spádóm, seg við andan, svo segir Drottinn Guð. Kom andi úr 8 4 og blás á þessa vegna menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandinn kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu á fætur og var það geysi fjölmennur her. Drottinn, ég bið að þegar ég tala í dag að þá mátti fólk skilja það sem að það þarf að skilja. Og Drottinn, ég bið að þegar ég tala að fólk mætti tengin í aðstæðu Drottinn minni, að við myndum líkast þér enn frekar. Að þú mætti leysa okkur og blessa okkur og gera okkur líkari þér í Jesú nafni, og allir liðinni sagði. Ég talaði síðast þegar ég predikaði síðast, þá talaði ég erfiða reynslu sem ég var fyrir 20 árum síðan. Þegar ég upplifði alveg gríðilegt áfall. Amma mín dó með hrikalegum hætti, hún var myrt. Og við gengum í gegnum alveg hrikalega tíma í kjölfarið, alveg svakalega erfiðu tími. Eins og kannski flest ykkar vita, þá fórum við síðan í kjölfari í gegnum mjög erfiðan klofning. Ég sagði ykkur frá þessu líka síðustu samkomu, mig langar að endurtaka. Við fórum í gegnum mjög erfiðan klofning og ég var bara virkilega orðin langt leit í depurð. Skildi ekki uppni niður, hafði verið frelsuð alla mína hunds- og kattatíð. Og ég bara fattaði ekki hvert Guð var að fara með okkur. Fólk sem er frelsað, trúð á hann, og við vorum einhvern veginn bara á ofboðslega erfiðum stað, og ég persónlega á mjög lágum stað. Og ég sagði ykkur líka frá því að við fórum til Bandaríkjanna á þessum tíma, og það var hugsun hann úti þegar við vorum með úlingan okkar. Ég var úlingaleiðtogi þá ásamt manninu mínum. Fórum með úlingan á móti í Bandaríkjunum, og var opaslega blessað, og meðan þau voru á samkomum á daginn, þá satt ég og maðurinn minn á samkomum fyrir leiðtoga annar staðar. Og þá fékk ég í fyrsta skiptið að ég tel betri opinberun á það hver Guð er. Það gerðist eitthvað rosalegt þarna úti, og það breytist allt í kjölfarið. Og ég get ekki lýst þessu öðruvísi en svo að ég fekk algjörlega nýja opinberun á þá hver Guð er. Og allt í einu fór ég að skilja betur kærleika hans. Og hann elskar mig óendanlega mikið og elskar okkur öll og vill okkur vel. Einhverju hluta vegna að þá hafði ég einhvern veginn hort á Guð sem fjarlægan fram að þessum tíma, frekar reiður, frekar pirraður. Alltaf einhvern veginn að bíða eftir ég gerði eitthvað rangt til þess að refsa mér. Ég vissi alveg að Guð var kærleikur, en ég samt var ekki með neina opinberun á það. En það gerðist eitthvað nút, einhver hugsun sem ég greip, sem að breytti allri veru minni. Það breytti öllu. Og ég get ekki eiginlega útskýrt öðruvísi, en ég hef oft heyrt fólk sem að frelsast, og það einhvern veginn breytist allt í kjölfarið. Tilfinningin var slík. Hún var mögnuð. Og allt í einu var öll þessi erfileikar sem að ég hafði gengið í gegnum, allt í einu upplifði svo vel að ég var ekki ein. Hann var með mér og hann elskaði mig, og hann bara ber umhyggju fyrir mér, og þarna koma með lausn og lækningun í líf mitt, og allt í einu
fór ég einhvern veginn að vera glaðari og léttari og þegar ég fór út þá var einhvern veginn allir liti bjartari og þið veitir hvernig þessi tilfinning allt í einu það bara eins og ok var tekið af og það var eins og hafi upplokist sálarsjón mín, ég sá Guð betur og það sem að gerist í kjölfar og ég sagði ykkur ekki frá síðustu samkomin, ég hef sagt það áður, ég fór heim og við bæði með úlingun okkar. Ég og Alli gerðum okkur samkomulag. Við settumst niður einn daginn og í gegnum hennar tíma og þá hefur maður tilhneigingu, ef maður búin að gangi í gegnum ykkur og fólk hefur verið vont við mann að maður upplifir. Og þá maður gjarn á því að vera kvartandi og kveinandi. Maður talar það nánast stöðugt. Og við ákomum á þessum tímapunkti að setjast niður og við gerðum með okkur samkomulag. Að við ætlum að tala líf en ekki dauða. Og hætt að vera velt okkur upp úr því sem var. Og hætt að vera reitt út í fólk og ganga inn í fyrirgefninguna sem svo ofboðslega mikilvæg til þess að við lifum lífi sem í gnægð. Fyrirgefningin ekki fyrir þann sem að brýtur á okkur, hún fyrir okkur. Hún til þess að leysa okkur, til þess að verða þær manneskjur sem að við eigum að vera. Og þannig að við missum ekki að því sem að Guð að gera í dag. Má ég heyra með? Fyrirgefningin fyrir okkur. Og mér finnst hrikalegt svona í framhjólaupi þegar ég heyri vel metandi fólk í þjóðfélaginu tala að kristnin skipti ekki máli. Jesús skiptir öllu máli, gott fólk. Hann skiptir öllu máli. Og ef einhver veður í einhverjum villu og svima með það, að þá get ég sagt ykkur, Jesús stærsta gjöf sem að mér hefur verið gefin. Og það það eina sem ég get boðið ykkur upp á. Það Jesús. Því að hann nánari og hann meiri en bróðir. Og hann örugg hjálp í nauðum. Og vinni nauðir eitthvað sem við göngum öll í gegnum. Við förum öll í gegnum einhverja kringustæður, hvort sem að það okkur sjálfum að kenna, eða einhverjum öðrum, það bara eðli málsins samkvæmt. En hann örugg hjálp í nauðum í Jesú nafni. Það stendur hér að hann fór í dalinn. Af hverju förum við reglulega í dalinn? Hver tilgangur með dalnum? Og ég vildi að ég gæti komið með predikun hér í dag sem segði að þið gerir bara þessa 10 hluti, þá farið ekki í dalinn. Og það ég myndi koma með hann alveg á færibandi. En það það bara einfaldlega ekki rétt. Guð hefur nefnilega ótrúlega mikið verk að vinna í okkur einmitt í dalnum. Og staðreyndin svo að blómgun ávextir ekki framleiddir á hæstu hæðum. Þeir framleiðast í dalnum. Það eitthvað sem gerist í líf okkar þegar við förum í gegnum dalinn. Það eitthvað breyting sem á sér stað í líf okkar þegar við förum í gegnum dalinn og okkur stillt upp við vegg. Að þá verður raunveruleg breyting á hugsun okkar og framkvæmt í lífinu öllu. Þess vegna förum við í gegnum dalinn. Ég trúi því statt og stöðugt að Guð vilji nota okkar líf. Við eigum að vera kér honum til dýrðar. En hann þarf að vinna verk í dalnum til þess að við verðum það kér sem að við eigum að vera. Má ég heyra amen? Þannig hann fer í dalinn, Esekiel, þessi mikli spámaður Guðs. Drottinn leiðir hann inn í dalinn. Af hverju? Til þess að sýna honum hversu máttugur hann hversu stór Guð Og það sem ég upplifði í þessum kringumstæðum, þegar ég settist niður með alla og við tókum þessa ákvörðun, ég fór alltaf inn að sjá hversu stór Guð Þegar við tókum ákvörðun að tala ekki dauða heldur að tala líf, þá breytist alveg ótrúlega margt í okkar lífi. Og ég fór alltaf inn að skilja það, hvað það að fylgja Guði og upplifa þessa gnægð sem að hann hefur fyrir okkur. Og vinir, þessi gnægð ekki bara fyrir mig, hún fyrir okkur öll.
Guð elskar okkur með slíkum kærleik og hann hefur áhuga á hverjum og einum og hann þráir að leiða okkur og hann þráir að breyta okkur og hann þráir að sjá ávöxt sinn í lífi okkar. Það ástæðan fyrir því að við förum í dalinn. Það eru hlutir sem eiga sér stað í dalnum sem að geta ekki átt sér stað með neinum öðrum hætti. En við þurfum ekki að óttast dalinn. Því að sproti hans og stafur, hann huggar okkur. Hann alltaf með okkur. Og þegar við förum í dalinn, þegar við teygum af hans lind, að þá fáum við saðningu sem að skiptir okkur máli. Og þegar við förum í dalinn, við leitust við að treysta honum framar okkar eigið hyggjuviti, þá verður raunveruleg breyting í okkar lífum sem ekki gerist með öðrum hætti. Þannig að fúlsum ekki við dalnum. Hann mikilvægur. Hann ótrúlega mikilvægur. En spurningin hvað gerum við í dalnum? Hvað segir Guð okkur að gera í dalnum? Og það það sem skiptir máli. Ég prenta út fullt af reikningastöðum á þessum tímapunkti. Og ég stilti reikningastöðum upp á heimilinu mínu inn á klósetti og upp í vinnu og það voru fullt af reikningastöðum sem að blessuðu líf mitt alveg einstaklega mikið. Og ég fór ekki bara að vera heyrandi orðsins, ég fór að tala út þessi fyrirheiti við lífi mínu. Og ég fann hvernig Guð einhvern veginn var með þegar ég fór að tala þetta út og allt í einu fór raunveruleiki minn að breytast frá því að vera þessi og hann fór að stækka og ég fór allt í einu að veita athygli þeim möguleikum sem að Guð hafi sett í líf mitt. Og það það sem að gerist. Þegar við erum í kringumstæðum, þá vill Guð að við stöndum upp og lofaðu Guð. Vorum við ekki að syngja það? Í staðan fyrir að vera að rýna í okkar eigin kringumstæðum, við förum að standa upp og við förum að horfa til drottins. Og það það sem við erum að gera hér í dag, þegar við erum að lofa drottin, að við erum að hætta að horfa okkar eigin kringumstæður og við segjum drottin, ég kýs að horfa þig. Og drottin, vilt þú vera með í för, drottin minn? Ég veit að ég get ekki sjálf séð þessar kringumstæður, en ég veit að þú getur það. Og það lykillinn, vinir. Það trúin. Trúin ekki endilega á okkur sjálf, hún á Guð, hún á almáttugum Guð. En það sem að Guð vil segja okkur á móti ég með þér. Þú kemst í gegnum þetta. Ég með þér. Ég að vinna verk í þér. Og ég ætla að fullkomna það verk sem ég hef hafið. Harabashiak. Og hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Má ég heyra með hann. Þannig hvað gerum við í dalnum? Þá þarf ég að setja upp gleru. Og því ég get ekki sagt ykkur það öðruvísi. Það stendur reyndar, mér langar áður en ég fer að segja hvað gerist í dalnum. Það stendur hönd drottins komi yfir mig. Í annarri þýðingu segir drottin greip mig í dalnum. Vá, ef það ekki rétt. Ég fór svo oft fundið einhvern veginn Guð grípa mig í dalnum. Það eitthvað sem hann gerist í dalnum sem að ég upplifa einhvern veginn annan eiginleika Guðs í dalnum. Hann svo nálægur þegar við erum í dalnum. Hvað segir? Hann nálægur þeim sem að hafa brotin anda. Hann nálægur. Þannig að drottin grípur okkur í dalnum að heyra með hann. Fyrir það fyrsta. Hann vill að við séum meðvitum það að hann með okkur í dalnum. Hann segir í orði sínu, ég með þér allt til enda. Ég fer aldrei frá þér. Og staðreyndin svo að ég upplifa hann nánari mér. Ég upplifi mig nánari honum í dalnum. Hann liljan, ljúf í dalnum. Við munum aldrei kynnast lilju hliðin á Guði nema í dalnum. En hann annars, hann sýnir annan karakter annars staðar. En hann með okkur í dalnum. Og hann vildi sýna Esekiel þar, hann með honum í dalnum. Má ég heyra með. Halleluja. Númer 2, horfðu á möguleikana. Hverjir eru möguleikarnir þegar við erum í dalnum?
Hann spyr Esekiel, sérðu beinin? Já, hann sá beinin. Svo spurði hann Esekiel, trúir þú að þau muni lifa? Og Esekiel svaraði honum, þú veist það, drottinn. Og mér finnst frábært að það segir þetta í þessu versi. Því Esekiel var mikill spámaður. En Esekiel var ekkert öðruvís en við. Hann var ekkert alltaf fullur af sjálfstrausti. Hann var ekkert alltaf með þetta. Hann sagði, þú veist það, drottinn. Og hann hefði alveg getað sagt, ég veit það ekki en ég held, þú veist það. Og það ekki oft þannig að þegar við upplifum kringumstæðurnar, að þá fer sjálfstrausti úr okkur, við vitum ekki. Við vitum að Guð er stór og við vitum að hann megnar allt. En einhvern veginn er sjálfstrausti kannski farið. Við finnum það ekki í hjart okkar að hlutirni geti orðið með einhverjum hætti. Það geti ekki orðið svo lækning sem að þarf að eiga sér stað í líf okkar. En það sem að Guð elskar, vinir, og það sem ég vil benda okkur á hér í dag er að Guð elskar viðleitnina. Það þarf ekki mikla stóra trú. Við þurfum ekki að vera Benni Hinn. Það þarf bara litla trú. Trú eins og mustardskotn. Það sem við segjum, drottinn, ég veit ekki, en ég veit að þú veist það. Og ég hef oft verið í þannig kringumstæðum, drottinn, ég veit að þú ert stór, ég veit að þú ert mikill, en ég hef ekki algjörlega trú á mér sem slíkt, en ég veit að þú getur það. Og þegar við sýnum Guði þessa viðleitni, þegar við erum í dalnum og við sýnum Guði, drottinn, ég veit ekki með þessi skinu bein, ég veit ekki, það er allt dautt hérna í kringum mig, það er ekkert að ganga upp. En þú veist það. Þú veist hvað getur orðið. Þú veist að það getur komið líf og sigur. Þú veist það. Og þegar við sýnum viðleitnina, vinir, í dalnum, við sjáum möguleikan. Og möguleikin gæti verið það, einhver áætlun Guð sem að Guð hefur plantað í hjartað þitt. Einhver sýn, einhver vonarík framtíð og þú veist að Guð vill ná fram að ganga í lífið þínu. Að tala það út. Drottinn, þú veist það. Ég veit að ég er hér í særandi, ég er hér í myrkra, mér finnst ekkert ganga upp, mér finnst ekkert nema skinin, vísin beini kringum mig. En þú veist samt gefið loforð í hjarta mitt. Og vinir, hefur hann gefið loforð í hjarta ykkar? Hann hefur gefið loforð í hjarta mitt. Hefur það alltaf virkað bein og breið leið? Nei, svo sannarlega ekki. En loforði stendur, má ég heyra amen. Loforð Guð stendur, ég vil þótt að kringumstæður segja allt annað. Loforð hann standa. Og drottinn elskar, þetta er einn af stóru spámunum í ritningunni, Esekiel. Drottinn, þú veist það. Hann þorði ekki einu svona að segja það, að það gæti lifað. En hann sagði, þú veist það, drottinn, og ég kýs að trúa því sem að þú segir í Jesú nafni. Halleluja. Þessi jákvæða viðleitni. Númer 3. Taktu skref inn í hið ókunnuga. Ekki vera í sama farin og þú hefur verið. Og það sem ég og allir gerðum á þessum tímamótum, að ég fór að taka skref inn í hið ókunnuga. Það er miklu meira skref að fara að tala út líf þegar manni líður ekki þannig. Heldur en að sitja eftir og sitja tilbaka og fara að tala dauða endalaust. Það er það sem að óvinnur sálun okkar vill að við gerum. En vinir, við þurfum að horfa inn í hið ókunnuga og við þurfum að segja, drottinn, ef að þú hefur talað, þá ætla ég líka að tala það út. Ef að þú hefur talað, þá ætla ég líka að sjá það verða veruleiki líf okkar. Og það sem að gerist er það að þegar við förum að taka skrefið út í hið ókunnuga, þegar við förum að taka skref út úr bátnum. Ég talaði síðast, þegar Ísraelsmenn fóru inn í Kanansland, þá sendu þeir hóp manna til þess að fara og njósna landið. Og þeir koma allir tilbaka með sömu sögur. Það voru risar í landinu.
En það voru 8 sem voru mjög neikvæðir og sögðu, nei, við getum ekki tekið landið. En það voru 2 sem sagði, jú, það eru risar í landinu, en við getum víst tekið landið. Og vinir, þetta er mynd upp á trú fyrir okkur í dag. Við þurfum að reisa upp Kaleb og Jósúa sem segja, við getum víst tekið landið. Við getum víst sigra þessa risa sem eru fyrir framan okkur. Vinir, trúin er svo sem að vill að við stígum út á vatnið, inn í hið ókunna. Holdið er veikt, en andinn er sterkur. Og Drottinn þráir að taka okkur út í hið ókunna. Og stundum er það þannig og okkur líður ekki þannig. Stundum er það þannig að við viljum ekki segja, við viljum ekki blessa óvin okkar. Við viljum ekki gera það sem að Guð hefur boðið. En þegar við tökum skrefið, vinir, þá kemur mikil sigur á móti. Og megum við hafa náð til að taka skref hér í dag og stíga út í hið ókunnuga. Stíga inn í vilja Guðs með þessum hætti. Má ég heyra amen? Halleluja. Númer 4. Spáðu. Drottinn segir við hann, þú sérð þessi skinu og þurru bein. Þú veist að ég hef sagt að þau muni lifna við á ný. Farðu að tala það út. Talaðu út lofurðin sem ég hef sett í hjartað þitt. Talaðu út vilja minn fyrir kringumstæðurnar þínar. Talaðu það út. Og hvað gerist þegar Esekiel byrjar að tala út þessa vonaríku framtíð sem að Guð hafi fyrir Ísraels? Allt í einu fóru hlutir að gerast. Allt í einu fóru beinin og sinarnar að tengja saman. Og Drottinn, hann þráir ekki bara að gera þetta fyrir þá á þeim tíma, hann þráir að gera þetta fyrir okkur öll í dag. Og við hugsum að okkur þurfa að spá. Bíddu, hvernig er það að spá? Þarf ég að vera eins og Demetria eða einhver annar sem er með þessa miklu gjöf í okkar hjarta, á sínu hjarta. Það sem að ég komst að, þegar ég fór að tala út yfir líf mitt, spádómur þarf ekki endilega að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað rosalegt á samkomum sem að gerist þegar einhver talar eitthvað þekkingarorðin í líf okkar. Spádómur er ekki síst að þau lofur sem að Guð hefur gefið fyrir líf okkar, sem að við tölum út. Bara tala orð Guðs uppátt. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Þetta er spádómur. Hann sem hefur hafið í okkur góða verki og fullkomna það. Þetta er spádómur. Okkur líður kannski ekki þannig, en þetta er spádómur. Jafnvel þótt ég fari í gegnum dimman dal, þá óttast ég ekki dýlt því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur, hann huggar mig. Þetta er spádómur. Og vinir, við þurfum að fara að læra að taka orð Guðs og nota það sem spádóm inn í líf okkar. Við þurfum að fara að tala út orð Guðs og Halldór kom inn á þá með svo mögnuðum hættir á samkomunni fyrir viku síðan. Þegar Guð talar, þá verður líf. Hann bjó til þessa jörð með sínum orðum og þegar við notum orðin hans, þá búum við til framtíð. Við búum til annan veruleika. Við þurfum að búa til þá vonaríku framtíð sem hann hefur fyrir okkur. En þetta snýst það að við þurfum að tala það út. Hvað hefur Guð sett á þitt hjarta fyrir Ísland? Hvað hefur Guð sett á þitt hjarta fyrir þitt líf? Það sem að ég óttast núna er að kirkjan, hún hefur tekið skref tilbaka. Kirkjan hefur tekið skref tilbaka, hún hefur hörfað. Hún vill ekki vera sýnileg, af hverju það er mikið barið á henni og hún hefur oft og tíðum tekið rangar ákvarðanir. Kirkjan er eitt og Guð er annað. Og oft og tíðum það móðgast fólk gagnvart kirkjuna eða kirkjuna mönnum, en við þurfum að aðgreina. Við þurfum að aðgreina. Við þurfum að átta okkur af því að Guð er hinn sami í gær og dag og alla eilífð, en mennirnir bregðast. Mennirnir geta sagt vitleysu eða komið, eða bara, gert vitleysu og líka sært okkur. En Guð gerir það ekki. Og við verum að passa að vera ekki á þeim stað þar sem við upplifum móðgun eða særindi, þannig að tala okkar, þannig að lofur sem að Guð hefur sett í hjartað,
að það stoppi hér. Og að lokum að þá kallaði Esekiel vindana úr 4 áttum sem tákmynd upp á heilagan anda. Og vinir, heilagur andi þarf að vera hluti af líf okkar. Við þurfum að leyfa honum að leiða okkur í allan sannleikanum. Við þurfum að biðja hann að vera með okkur og við þurfum að biðja hann að kveikja í okkur eld. Harabashia Jesus. Og Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig hér í dag og ég bið að kveikja í okkur eld. Ég bið Drottinn minn að brenna það burt sem ekki til í þér og ég bið Jesus bara að kveikja eld í beinum okkar Jesus. Að við mættum Drottinn Jesus. Vera brennandi í trúna á þig Jesus. Og Drottinn, ég bið fyrir kirkju þinni, Drottinn minn Jesus. Ég bið þig, Drottinn, þar sem hún beygð Jesus og niður lúta, hún mætti horfa upp, standa upp og lofa þig. Og Drottinn, ég bið Jesus að þar sem að við erum, jafnvel í dalnum, Drottinn minn, að við mættum fara að tala út yfir beinunum, Jesus. Við mættum tala lofur þín, Drottinn minn, jafnvel þótt að sé í veikum mætti. Hírabashikíramasiak, Jesus. Og mætti vilji þinn ná fram að ganga með okkar líf. Mætti vilji þinn ná fram að ganga með kirkjun okkar, Jesus. Mætti vilji þinn ná fram að ganga, Drottinn, á Íslandi. Í Jesu nafni. Kurasiturabashia, Jesus. Halleluja. Svona rétt að lokum til langum með að segja ykkur það sem að gerðist í lífi okkar alla þegar við tókum þessa ákvörðun og við fórum að spá. Og þetta var ekkert annað sem ég gerði. Ég fór að spá. Ég fór að spá út yfir líf mitt. Ég fór að hætta að ganga í myrkri og volaði og ég fór allt í að sjá gæsku Guðs hvarvetna. Hvert sem ég fór og þá upplýði ég gæsku Guðs og ég upplýði svo mikið að ég gegnum allar þessar kringustæður þegar ég fór að stíga út af vatnið og gera það sem að Guð hafi boðið mér. Hvernig Guð átti við mitt hjarta. Það fór allt í að mýkjast og ég fór allt í að skilja betur fólk og aðstæður og ég hafði samúð. Og ég skildi með dýpri hætti, þannig að ég gat þjóna Guði með dýpri hætti en ég hafði gert þangað til. Það tilgangurinn. Og það sem ég upplifði líka í kjölfarið þegar fórum að tala líf yfir bæði lífið okkar og líf barnan okkar, að við sáum kringustæður snúast við. Og það það sem að Guð vill gera í líf okkar. Hann vill sjá okkur í blessun. Hann þráir að blessa okkur. En hann þráir líka að breyta okkur. Hann þráir að við séum þær manneskjur að hann getur nota okkur með þeim hætti að við séum kér honum til dýrðar. Að við séum með reynslu og blessun og við getum snert annað fólk. Og þegar við förum vinir að tala út og vona ríka framtíð Guðs, það vex. Það sem að við veitum athygli, það vex. Og þegar við förum að tala út og vona ríka framtíð Guðs, þá við vona rík framtíð Guðs að birtast okkur. Og fyrir mig að það var að fyrst og síðast vitundavakningin í mínu lífi. Ég hef búin að þyngjast 30 kíló þessum tímapunkti. Ég var mjög þung, vanlíðan var mikil. Allt í einu breyttist eitthvað í lífi mínu og ég fór allt í einu, ég greintist 30 kíló á einu ári. Og ég ekki einu svona grínast og ég veit ekki hvernig ég fór að því. Ég bara greintist 30 kíló á einu ári. Mamma vil meina ég hef aldrei verið svona þung en það rétt. Ég var svona þung. Ég bara fer vel með það. Ég svo hávaksin. En það gerðist meir en það. Allt í einu fór ég að sjá möguleika hingað og þangað. Það opnuðist fyrir mér tækifæri í vinnu. Ég fekk 3 sinnum stöðuhækkun á einu ári. Það breytist allt í kjölfarið. Þegar ég fór að veita athygli lofurinn Guðs, þá breytist allt líf mitt. Og ég trúi því að það á ekki bara við mig. Þetta á við alla sem að vilja stíga út á vatnið. Guð megnuður að gera langt umfram það sem við skiljum og skynjum.
og ekki heyra það sem ég er ekki að segja. Ég er ekki að segja það að þegar þú ferð að tala út ritningavessa, þá vinnur þú stóra pottin í lottó og gæti gerst. En ég er ekki að segja það. Það sem ég er hins vegar að segja, það opnast aðri möguleikar. Þú ferð að sjá stærri hlut af Guði og þú ferð alltaf að treysta því að hann er með og þú ferð að fara á eftir því sem hann er að gera og þú upplifir meira kærleikans og þú upplifir meðbyr og þú upplifir hluti sem að þú verður ekki einu sinni ímyndar og hefur ekki óra fyrir að gætu átt sér stað í lífið þínu. Það er það sem að gerist. Þegar þú veitir loforðum hans athygli, þá vaxa þau. Þau vaksa og þau verða meiri í líf okkar. Halleluja. Þannig, eru þið tilbúin að taka við því í dag? Það er ekki allir sem eru vissir. Eru þið tilbúin að taka við því í dag? Amen, ég ætla rétt að vona það. Og það er komin tíma á blessun Guðs. Halleluja. Ég vil meira blessun Guðs.